Hannesar Smárasonar skuldar bönkunum 10 milljarða og á leið í þrot. Að auki skuldar félagið skatta. Mál Hannesar hafa verið til rannsóknar hjá skattinum og sérstökum saksóknara. Hannes Smárason var umsvifamikill í viðskiptalífinu hér heima og erlendis fyrir hrun. Hann var á sínum tíma aðalmaðurinn í FL Group sem setti met þegar það tapaði 111 milljörðum á rúmlega hálfu ári. Viðskipti hans með Sterling flugfélagið hafa verið árum saman til rannsóknar, fyrst hjá efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra en nú hjá sérstökum saksóknar eftir sameiningu þessara embætta. Hannes kom viðskiptum sínum fyrir í fyrirtækjaneti þar sem FI fjárfestingar voru í lykil hlutverki. Eins og fram hefur komið í fréttum námu skuldir þessara fyrirtækja við Landsbankann einan 80 milljörðum króna í fyrra. Að auki skulduðu þau Glitnifé og skattinum líka. Eignir var vissulega að finna í fyrirtækjunum en þó ljóst að tugir milljarða munu tapast samkvæmt heimildum fréttastofu. Mál Hannesar og fyrirtækja sem honum tengjast hafa verið til rannsóknar bæði hjá sérstökum saksóknara og skattayfirvöldum. Sjálfur fekk Hannes milljarða greidda í arð á því tímabili sem rannsakað er. En nú hefur semsagt verið farið fram á gjaldþrotaskipti FI fjárfestinga. Ekki náðist í Hannes sjálfan í dag en hann með lögheimili á Bretlandseyjum.